Þetta er verkefni 14 í Excel, síða 2, afgreiðslugjald og flutningskostnaður. Hér heitir hólfið B1 og B2. Ég ætla að setja svæðið í blokk og gefa dálknum hægra megin heiti eftir dálknum vinstra megin. Fer ég hér í Formulas, Create from Selection og haka hér við Left Column. Þannig að nú heitir hólfið B1 afgreiðslugjald og hólfið B2 flutningskostnaður. Og ég ætla að nota heitin við útreikninga á síðu 3. Og hér er heildarverðið sama sem magn sinnum verð. Ég ætla að setja talna útlit á hólfin. Ég ætla að setja, fer hérna í Home og í Number, þá haka ég hér við Currency, ESK eða KR og punktur, það er allt í lagi. Og magn, þá ætla ég að skrifa fermetrar hér fyrir aftan. Fer ég hér í Number, Custom, smelli hér á 0, orðabil, Shift og 2 og skrifa fermetrar og loka með Shift og 2. Síðan fer ég hér og set líka gjaldmiðilstákn hérna, ESK. Og verð með afgreiðslugjaldi og það er sama sem heildarverðið plus, og nú ýti ég á F3 á lyklaborðinu og smelli hér á afgreiðslugjaldið og OK. Þannig að formúlan er C3 plus afgreiðslugjald. Setja hérna snöggvast íslenska krónur á svona og ég afrita formúluna niður. Síðan er heildarverðið og ef talan í D3, ef þessi tala er lægri en eða jöfn og 100.000, þá bætist flutningskostnaður við töluna í D3, annars gildir talan í D3. Þannig að við förum hér í uppfallið. Ef talan í D3 er lægri en, nú snýr merkið svona, eða jöfn og 100.000, að þá er það talan í D3 plus og ég ýti á F3 á lyklaborðinu, smelli hér á flutningskostnað, annars gildir talan í D3. Það er sem sagt, ef D3 er lægri en, athugið hvernig merkið snýr, þetta þýðir lægra en, ef það er lægra en 100.000, þá er það D3 plus flutningskostnaðurinn, annars talan í D3. Og ég afrita niður og flutningskostnaðurinn bætist hér við þessa tölu og þessa tölu, en hann er innifalinn hér. Við ætla að vista.